3x deilt með 2 pluss 5 deilt með 3 jafnt og x deilt með 6 mínus 1. Þetta er jafnan sem við erum að vinna með. Það er betra að skrifa deilinguna öðruvísi upp eins og ég geri hérna fyrir neðan. Þannig að ég skrifa eiginlega dæmið upp aftur á þann hátt sem við erum kannski meira vön. Þannig að 3x deilt með 2 lítur svona út, pluss 5 deilt með 3 lítur svona út, jafnt og x deilt með 6 lítur svona út og síðan kemur mínus 1. Nú, fyrsta boðorðið er, ég vil losna við þessar deilingar hérna, deilt með 2, deilt með 3, deilt með 6. Og ég ætla bara að losna við þær í einni hendingu. Það sé bara að við losna þær allar í einu. Trikkið til að gera það er að skoða tölurnar og finna samnefnarann. Það er að skoða tölurnar fyrir neðanstrik sem kallast nefnarar og raun og veru bara að finna hver er samnefnarinn. Og það vill þannig til að þær ganga allar upp í 6. Þannig að ég ætla þá að nota þennan samnefnara. Ég ætla að margfalda gegnum alla liðina með 6. Hér, hérna, hér líka hægra megin við samsemmerki og líka þennan eina hérna, mínus 1. Margfalda með 6 í gegnum alla liðina. 6 sinnum 3x eru 18x. 6 sinnum 5 eru 30, 6 sinnum x eru 6x og 6 sinnum 1 mínus 1 er mínus 6. Og þegar ég tek 18x og deili með 2 þá fæ ég út 9x. Þegar ég tek 30 deilt með 3 þá fæ ég 10, 6x deilt með 6 er 1x og svo kemur hérna mínus 6. Ég er þá búin að losna við þessa deilingar, þær eru farnar. Þetta er trikkið sem ég nota þess að losna við deilinguna, nota samnefnarann og margfalda í gegnum alla liðina. Nú, þá er ég komin í það sem ég kalla bestu stöð í heimi, þar að ég það bara að passa með á því hvar ég vil hafa x-tölurnar og hvar vil ég hafa venjulegu tölurnar og ég ætla að ákveða að hafa x-tölurnar hérna vinstra megin. Það þýðir ég þarf að flytja þetta eina x yfir og það verður þá mínus x. 9x er óbreytt. Ég þarf svo að flytja þessa 10 yfir, pluss 10, hún verður þá mínus 10 hér, en mínus 6 er óbreytt hér. Þannig hér eru x-tölurnar komnar, hér eru venjulegu tölurnar komnar. Reiknum út x-tölurnar, 9x mínus 1x er 8x og mínus 6 mínus 10 er mínus 16. Þá vil ég losna núna við þessa 8 sem er fyrir framan x-ið og hvað er öfugt við margföldun? Jú, það er deiling, þannig ég ger akkurat öfugt, ég deili með 8 til þess að hún breytist í 1. Þannig að hér 8 deilt með 8 er 1 og það er þá 1x sem verður hérna eftir vinstra megin. En það er regla, ef ég ger eitthvað öðru megin við samansemmerki þá var ég að gera sama hinum megin. Þannig ég deili með 8 það líka og mínus 16 deilt með 8 er mínus 2. Þannig að lausnin er 1x er jafnt og mínus 2.